Komið þið sæl, en fjórir bregst við áhrifum COVID-19 veirunar með því að efna til upplýsinga þátta. Þessir þættir þeir verða sendir út á þriðjudögum og fimmtudögum. Við fáum ýmsa gesti til okkar hingað í stúdíóið og fyrsti gesturinn lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra sem að jafnframt formaður almannavarnanefndar svæðisins. Halla Bergþóra Björnsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Hlutverk almannavarnanefndar Norðurlands eystra, hvert það í raun og veru? Já, við erum búin að samina okkur í eina nefnd, allt þetta svæði, sem var áður fyrir 2 nefndum og hlutverk almannavarnanefndar og þar eiga allir sveitarstjórnar okkar sæti ásamt lögreglu. Það að svona skipuleggja og ákveða hvaða stefnu almannavarnir hér að taka. Þá að segja að gera svona hættumöt, sjá til þess að gera viðbragðsáætlanir og æfa þær. Það er svona hlutverk almannavarnanefndar. Síðan erum við með inn í þessu kerfi aðgerðastjórn sem við erum með hér á Akureyri og á Húsavík og aðgerðastjórn svo sem við hefum búin að virka í dag til þess að vinna störfin og það sem þarf að gera og skipuleggja neyðarstarfa þegar almannavarna stigar komið eins og við erum í núna. Og við hefum virkjum í gær okkar aðgerðastjórn hérna á Akureyri til þess að vinna í COVID málum hér á svæðinu. En það þá líka þannig að í hverju sveitafélagi síðan undir nefnd sem þá almannavarnanefnd? Nei, það það nefnilega ekki því í almannavarnalögunum þá heimild að hafa samstarf með almannavarnir. Þannig í raun og veru erum við bara með eina nefnd hérna nú orðið, þannig það ekki í hverju sveitafélagi ein nefnd. Ef þú ferð aðeins í gegnum það til hvaða ráða almannavarnanefnd hefur gripið til þessa? Almannavarnanefnd, hún eins og ég segi, hún bara með stefnu og gerir viðbragðsáætlanir og svoleiðis, en það aðgerðastjórn sem að vinna og eins og ég sagði við vorum að virka hana mánudaginn og þar voru komið til lögreglan, HSN, Heilbrigðisstofnun og Rauði krossinn sem að vinna og svo sá ég í dag að slökkviliðið hérna á Akureyri hafði bæst við, þannig að það í raun og veru svona aðgerðastjórn fyrir aðgerðir hérna í umdæmi lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. En þegar þið búið að virkja þetta allt saman, hvernig startið? Já, það bara að vera að samhæfa aðgerðir og það ýmislegt sem kemur upp sem þarf að leysa úr og í raun og veru það líka aðgerðastjórnin tengingin okkar við samhæfingarstöð í Reykjavík, almannavarna og sóttvarnalæknis og það mjög mikilvægt að þetta samstarf gangi vel og við fáum allar upplýsingar. Já, bara svona omvendt, bæði þeir fyrir okkur og við til þeirra. Flækjustigið sýnist það að aukast? Já, það algjörlega að aukast og við fundið það að fleiri að fara í sóttkví hérna hjá okkur í þessu umdæmi og við erum komið fyrsta smitið staðfest og kannski verða þau fleiri næstu dögum, við vitum svo sem ekkert alveg hvernig þetta þróast, en jú, það eykst með því. Eru þið undirbúin undir þetta allt saman og svona kannski það sem að fólk velti fyrir sér hvort að við séum að lenda þá á Norðurlandi í einhverju hvað þau segja, seinni bylgju? Við erum búin að vera undirbúa okkur öll, held ég, allar stofnanir og sveitafélögin og fleira, það allir búin að vera undirbúa sig. Það sem við eigum virkilega, hvað við eigum vona og vitum við ekki alveg, en við erum að reyna að undirbúa okkur eins og vel og við getum. Ég myndi segja að við höfum verið að undirbúa okkur og ég bara vona það að okkur hlotnist það að komast í gegnum þetta svona stór áfallalaust. Hvað vilt þú segja við almenningu hvernig hann á að bregðast við? Ég myndi þetta bara segja við fólk að fara eftir leiðbeiningum landlæknis og almannavarna og við þurfum öll að hjálpa stað í gegnum þetta tíma, við vitum þetta tímabil, þetta verður búið einhvern tímann en við þurfum að hjálpa stað og maður veit að það svona ótti og við þurfum að styðja hvort annað og við erum bara öll almannavarnir. Það ég talað þessa svokölluðu innviði, eru þeir öflugir út á landsbyggðunum? Öflugir og ekki öflugir, ég hef svo sem alltaf sagt okkur að vanta fleiri lögreglumenn, en á mörguleyti erum við öflug, en auðvitað hefðum við getað verið öflugri. Þið takið væntanlega þá bara stöðuna á hverjum einasta degi og fylgist með eins og mögulegt Já, það það og kannski staðan tekin oft á dag, ég myndi frekar segja. Ekki bara hverjum degi heldur, erum svolítið verið alltaf að taka stöðuna. Fólk að hafa samband við ykkur, við lögregluna? Já, að ykkur leyti verið að gera það. En auðvitað alls ekki eins mikið og í heilbrigðisgeirunum, en það það. En rétti vettvangurinn að vera að hringja í lögregluna? Nei, það ekki, en fólk með svona hugmyndir og spurningar bara eins og það nei, það það ekki. Það auðvitað
heilbrigðisyfirvöld sem fólk að hringi í ef það er COVID varðandi það. En svona samskiptið svona þín við sveitafélögin, hvernig sýnist þér þau vera svona undirbúin? Já, við erum bara í mjög góðu sambandi við sveitafélögin held ég og við eins og ég segi, í almannavarnanefndinni eru allir sveitastjórarnir. Þannig við höfum núna síðustu viku verið að funda bara á Skype 2 sinnum í viku, þannig við erum í góðu sambandi og höldum því áfram og bara þá oftar ef þurfa þykir. Þú náttúrulega veist ekkert hvað gerist næst en þið eruð undirbúin við nánast hverju sem er. Já, við reynum að vera það. Halla Bergþóra, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra og formaður almannavarnanefndar, þakka þér fyrir og við ætlum þessu næst að þið tala við framkvæmdastjóra hjúkrunar við sjúkrahúsið á Akureyri.